Mér sýnist þetta að vera að smella Ok, og nú má fundurinn byrja. já, þá bara býð ég ykkur velkomin á þennan 27. fund íbúarráðs miðborgar Hlíða sem er haldinn í fjarfundi að mestu leyti þó að það er líka fulltrúi sem er og starfsmaður íbúarráðna sem er stættunni í Ráðhúsi. Þannig að bara gott að sjá ykkur öll og fundurinn er sendur út á heimasíðu Reykjavíkurborgar sem er nýr vettvangur útsendingarina sem þetta var alltaf sendt út á Facebook en er núna komin á reykjavík.is bandstrik, nei fyrirgeðu skástrik íbúaráð. Og mér langar að óska eftir leyfi fundarins til þess að taka inn á dagskrá fundarins 4 atriði sem voru ekki á útsendri dagskrá en voru að bætast við og við kannski bara byrjum fyrst á fyrstu tveimur liðunum og það er að núna nýlega í borgarráði þá var samþykkt að tillögur stýrihóps um innleiðingu íbúaráða og við höfum ekki fengið kynning á þessu til okkar í ráðið en myndum þá óska eftir því fyrir marsfundin okkar en í öðrum lið tillagnanna þá er hérna gert ráð fyrir að skipun fulltrúa í íbúarráði miðborgar Hlíða að bæta skal inn 2 fulltrúum í ráðið, einum fulltrúa frá foreldrafélögum og einum fulltrúa frá íbúasamtökum. Þannig að í ráðinu sé þá fulltrúar íbúasamtaka bæði úr Hlíðum og miðborg og foreldrafélögum sem sé ykkur megin Snorrabrautarinnar úr Hlíðum og miðborg. Þannig að ef við kannski bara byrja á þessum 2 liðum og óska eftir leyfi fundars til að taka það á dagskrá. Ok, þá er það samþykkt og síðan síðar í fundinu við byrjum sérst á þessu núna rétt og eftir en síðar á fundinu þá óska ég eftir leyfi fundarsett að taka inn umsögn ráðsins um framtíðarskipan skólamál í hverfinu sem við unnum á milli funda og vorum búin að senda frá okkur. Þannig að ég byrja á því, er það samþykkt? Og í fjórða lagi að leggja fyrir bréf þjónustu og nýsköpunarsviðs vegna endurskora draga þjónustustefnu í síðasta dagskrá. Þannig að þið samþykkið það með að gefa það til kynna. Takk fyrir. Þá hefjum við fundin og þá leggjum við fyrir tilnefningar. Viltu varpa kannski upp bréfinu, Sigurlaug? Já, En það er þá í fyrsta lagi tilnefning íbúasamtaka miðborgar í íbúaráð miðborgar Hlíða og það er hún Sigrún Tryggvadóttir sem að hefur nú setið með okkur fundina þannig að við þekkjum hana, hún hefur setið fundina hjá okkur og við kannski sjáum bréfið áður en við, já, og erum við, þannig að við leggjum það bara hér fram, er það ekki, og bjóðum Sigrúnu bara hjartanlega velkomna í ráðið og er það ekki korrétt afgreiðsla? Svona, jú. japs. Jú, hún ætti að vera að koma með kosningarétt eða já, og fullt málfrelsi Já, þá er samkvæmt hún þessu, já. bara fulltrúi fulltrúi í íbúaráðinu. Áður var hún bara að sitja fundina hjá okkur og ekki með atkvæðisrétt en núna hefur hún bara fullgildi fulltrúi. Og svo er þá, förum við í lið 2 á, sem er auka liður á dagskrá, það er tilnefning foreldrafélagana, austan Snorrabrautar íbúar á miðborgar Hlíða. Og það er hún Sigfús þá, hefur rétt upp hönd. hvað sérðu? Sigfús hefur rétt upp hönd. Já, ok, fyrirgefðu, Sigfús, gjörðu svo vel. Já, bara var þetta ekki komið heyrði í mér eða? Já, Já, ég var að útskýra bara rétt áður en við fórum í útsendinguna, Já, bara já, rétt en áður en þú dast inn. já, Þetta barst bara núna rétt fyrir fundin. já, ok. Þessi er þetta þá bara inn í pósti, sem sagt, bréfið. Nei, þetta bara í rauninni heimilið mér bara vita mjög stuttu fyrir fundin að þetta væri bara lægi fyrir. Ætti að gera þetta núna. Já, ok. Þannig að og svo, en af því að við erum ekki búin að fá kynningu á
tillögum, eða sérst í rauninni samþykktum tillögum, þá gætum við tekið það inn á marsfundin. Já, ok. Einhverjar fleiri spurningar? Og ég skal senda ykkur hérna í chatinu, ég skal senda ykkur hérna fundarás borgarráðs og tillögurnar í, hérna, ég setja inn í spjalli núna. Þá getið þið hlekkja eða farið inn á það. Það er komið inn. Svo er það þá tilnefning foreldrafélag Austar Snorrabrautar í íbúar á miðborgar Hlíða og það er tilnefning, það er hún Þóra Björk Sigurðardóttir sem að við bjóðum þá hjartanlega velkomna í ráðið líka. Og hún hefur einmitt setið einn fund hjá okkur og var á hverfafundi og hittumst þar í 2 vikur síðan. Þannig að velkomin Þórey. Já, takk. Gaman að vera komin. Gaman að fá þig. Þannig að þá höldum við áfram og erum komin að lið sem var á útsendri dagskrá og það er við erum komin hérna með frábæra gesti frá ungmennaráði í miðborg og Hlíðum og það er hún Júlía Esma Seten sem er fulltrúi ungmennaráðsins og ætlar að koma inn að kynna ungmennaráði fyrir okkur og á fundinum er líka Vigfús Karl sem er starfsmaður ráðsins. Þannig að velkomin og takk fyrir að koma til okkar. Og við ætlum bara að biðja Júlíu að kynna fyrir okkur og ykkur og svo kannski fáum við að spyrja bara þegar kynningin er búin og þið getið beðum orðið inn í spjallinu. Gjörðu svo vel, Júlía. Hæ, allsamil. Ég heiti Júlía og ég er hér fyrir hönd ungmennaráðsins Vesturbæjar miðborgar og Hlíða. Við í ungmennaráðinu vinnum í samvinnu við Reykjavíkurráð ungmenna, félagsmiðstöðvar, borgarstjórn og íbúaráð til þess að koma hugmyndum og skoðunum okkar á framfæri. Fyrir stuttu fórum við á fund með borgarráði og vorum með 2 tillögur. Þær eru að auka aðgengi nemenda að getnaðarvörnum og auka kynfræðslu í grunnskólum og bæta úrval fyrir grænnkera og grænmetisætur í skólamötunetum borgarinnar. Markmið ungmennaráða er að gefa ungmennum rödd og vettvang til að hafa áhrif og breyta því sem þau varða. Að þau séu með sæti við borðið varðandi mál sem kemur ykkur við. Já, og Vigfús. Já, sæl, heyrðu. Já, einmitt, þetta er svona the gist af því sem ungmennaráð gerir ásamt því að bara fá hverfin, við fáum fulltrúar úr hverju hverfi, Hlíðar, miðborg og Vesturbæjar og við komum okkur saman að einmitt bara ræða hinn og þessi mál sem einmitt gæti varðað unglinga. Það getur verið allt frá svefn eða til dæmis eins og núna var það það var hitt 2019 þá var samþykkt tillaga að breyta sund í valáfanga í skólum svo lengi sem að nemendur í 8. bekk hefðu staðið sundpróf og sýndu fram á kunnáttu í sundi en mögulega myndu kannski, ég veit ekki, sem gætu upplifað til dæmis kvíða eða erfiðleika varðandi það að fara í sund, til dæmis mikið af trans einstaklingu sem upplifa mikinn kvíða við það að fara í sund og þurfa að velja kalla eða kvenna klefa og eru kannski að upplifa mikinn kynama eða body dysphoria og þetta er svo magnað batteri því að þetta gefur einmitt unglingum tækifæri á að breyta og einmitt koma sínum hugmyndum á framfæri sem virkilega varða þau og einmitt eins og þetta með til dæmis eins og með að auka grænnkera úrval í skólum er rosa gott dæmi það að það er komin pólicy, það er komin stefna innan allt góð. Nei, það geta að vera að læsa vinnunum minni. Ég er ekki með að klappa, afsakið, ég veit við erum að taka upp, en já, sem sagt. Allt í góðu.
Við erum öll Takk bara í fyrir. svona óvæntum uppákomum. Einmitt, herðu. Ok, núna er þetta komið. Ég er komið tilbaka. Hæ, aftur. Sem sagt, gott dæmi um þetta er til dæmis grænnkeraúrvalið. Það stenst núna til boða í mötuneytum og sem sagt í svona, hvað sem var, hvað heitir þetta aftur, matarþjónustu, svona skólamatur og þess aftar. Þá er sem sagt í stefnu þeirra að bjóða upp á grænmetis- og grænnkerakosti. En samkvæmt, hinum af þessum nemendum þá eru þeir oftast ekki fjölbreyttir eða bjóða upp á hvað sem er mikið úrval, heldur það er oftast bara eitthvað svona kálblöð, gúrka og tómatar og síðan grænmetisbuff og svo bara mismunandi tegundir af buffum í gegnum vikuna þangað til að allir eru komin með ælu af grænmetisbuffi. Og svo er líka til dæmis eins og með tillögun okkar núna sem við settum í ár sem er auka aðgengi að getnaðarvörnum. Þá er til dæmis, það er núna í stefnu skóla að til dæmis hjúkrunarfræðingar hafa leyfi til þess að gefa út smokka til krakka. En á saman tíma getur þetta verið mjög mikið feimnismál fyrir krakka að fara til hjúkrunarfræðings og biðja smokka og við viljum í raun og veru hafa þetta, við viljum að, hvað maður segja, að hugmyndin sé frekar að það er fáránlegt að vera ekki með smokk út af því að það er svo aðgengilegt að það sé það aðgengilegt að þú ferð ekkert að stunda neitt án þess að vera með smokk á þér og ef þú ert ekki með smokk á þér þá er það bara fáránlegt. Bara af hverju myndir ekki vera með smokk á þér? Þetta er bara jafn sjálfsagt og við getum nálgast vatn á Íslandi. Og það er líka bara svo ótrúlega gaman að sjá, núna er ég svo mikið að tala út af því að þetta vantar líka einstaklinga á fundin því miður að hún þurfti að skreppa en það er bara svo ótrúlega gaman líka að vinna með þessum ungmennum út af því að maður heldur alltaf að maður viti svona kannski, maður viti eitthvað meira en síðan koma með svo frábæra punkta og svo frábæra innsýn inn í málefnin sem bara ég og aðrir sem eru búin að starfa í þessum geira í svona allavega meira en 5 ár. Við bara höfum ekki aðgengi að og það er bara vætal að hafa þau með á borðinu og bara fá þeirra input inn í það sem sérstaklega þau varða. Þannig að þetta er svona, held ég, svona the gist of hvað ungmennaráðið er. Og þið megið bara endilega að spyrja spurninga ef þið hafið einhverjum svona spurningar. Já, takk bara kærlega fyrir ykkar upplýsingar ráðið og við höfum örugglega fullt af spurningum og Örn er búinn að biðja orðið þannig að gjörðu svo vel Örn. Já, takk fyrir þessa kynningu. Já, ég er ekki með neina spurningu en ég er með innlegg. Mér hefur fundist alveg ótrúlega skemmtilegt að setja þessa ungmennaráðsfundi sameiginlega með borgarstjórn. Ég hef nú orðið þeirra gæfu aðnjótanda að fá að taka þátt í þó nokkuð mörgum slíkum fundum og ég veit að Diljá hefur setið einhverja af þessum fundum líka og það hefur verið alveg frábært hvað krakkarnir, hvað þau eru dugleg að koma sínum málum á framfæri og ég hefði viljað fá þau til þess að vera í miklu meira í fremstu röð á þessum fundi líka en gott að fá þessa kynningu. En þannig að ég vil bara hrósa þeim alveg hástert fyrir hvað þau hafa staðið sig vel, hvernig þau komið inn í íbúðaráðin og hver var hann gömlu út alla borg. Og það eru þetta líka þakka þeim sem er að hlúa að þeim og koma þeim áleiðis á þennan stað erfiða stað sem borgarstjórn en þetta eru samt skemmtilegustu fundirnir sem ég sitt og ég trúi því að Diljá tæki undir með mér að þetta er lang skemmtilegustu fundirnir sem ég sittum. En takk bara og frábært og bara þeir að gera stórkostlega hluti á ungmennaráði. Bara góða kveðjur til ykkar. Takk fyrir. Var það rétt hjá mig, Júlía, að þú varst með mögulega einhverja tillögu sem þú vildi bera fram til íbúðaráðsins? Meira svona spurningu og hún er hvort það kosti mikið eða hvort það sé möguleiki að hita meira göturnar, hita fleiri götur. Já, ertu að meina þá göturnar eða gangstéttirnar? Gangstéttirnar, afsakið. Nei, bara góð spurning. Ég
þekki það ekki, veit ekki hvort að við erum með þau svör en við gætum óskað eftir upplýsingum það. Finnst þér að mætti hita upp fleiri götur þannig að sé ekki snjór á gangstéttunum þegar maður er að labba í skólann? Já, algjörlega. Já, akkurat, ég held að geta nú mörg tekið undir það, sko. Algjörlega, sérstaklega sem þetta svona helsti líka, hvað maður segja, bara helsta leiðin fyrir unglinga til þess að fara á milli í bænum. Við viljum náttúrulega skera úr að nota einkabílinn sem minnst í raun og veru. Já. Og svo eru náttúrulega ekkert allir sem hafa kannski endilega aðgengi að strætó því miður og þá er maður alltaf að taka meira og meira eftir í að hvað það er mikilvægt að hafa einmitt upphitaðar götur eða já, bara greiðar götur til þess að labba. Akkurat. Og við erum alltaf að koma stóra málið annað núna í gær eða í dag varðandi já, þetta útboð. Já, og finnst þér skipta máli að sé upphitað en ekki að því að við erum líka búin að vera að tala svolítið mokstur á gangstéttunum, að það sé betur upp fyrir bílana heldur en gangandi. Þannig að þetta er alveg einhver fyrirspurn sem við getum sent inn, þannig að heldur betur. Örn er búin að biðja orðið, gjör svo vel. Já, mér langar bara að svara þessari spurningu frá Júlíu. Já, góð spurning. Stutta svarið já, þetta er alveg roðalega dýrt. Það er einfaldlega því að þá þurftum við að rífa upp gangstéttar og fara í breytingar. En ef við erum skipulögð og þú sendir þessa tillögu og hugmynd strax á stað, þá getum við gert ráð fyrir þessu allstar þar sem við erum að fara í nýframkvæmdir. Og við erum alltaf að fara í nýframkvæmdir og viðhald og annað. Þannig að endilega komdu þess að stað því þá getum við lagað og sérstaklega einmitt að beina þessu í gönguleiðum að skólum, ekki bara grunnskólum, þetta er líka leikskólum og vonandi kannski framhaldsskólum og háskólum líka, en endilega koma þess að því að það sem er hægt að gera þetta, þá er þetta ekkert voðalega dýrt, að það sem þetta er, þarf að brjóta allt upp og fara í stórkostlega framkvæmdir, þá er það dýrt, en ef við erum skipulögð fyrir hyggju, þá er þetta ekkert vandamál. Þannig að endilega komdu þessu sem allra fyrst af stað inn í kerfið. Takk. Takk. Já, Sigfús, gjörðu svo vel. Já, ég ætla eiginlega svona bara að bregðast við svona svipuðu meiði og mér félagi Örn að ég er ekki frá því Margrét að þessi spurning hafi komið upp á íbúarfundinum á Kjarvalsstöðum þetta svipaða mál og minni hvort að borgarstjóri svara á þann hátt að hann vildi frekar fókusera einblína á snjómoksturinn. En ég er náttúrulega ekki að svara fyrir borgarstjóra en þá hefur metið að kostnaðurinn við hitt að fara í sen að Örnur og segja að væri þetta dýrt en svo má kannski hugsa þetta lengra til framtíðar eins og hann er að tala Takk. Algjörlega, þetta er, ef ég má grípa orðið, bara einmitt að skoða líka svona snjómoksturinn á móti upphitun, jú það er dýrt kannski, hvað sem að startkostnaðurinn er dýr á upphituninu en kannski væri hægt að færa einhvers konar rök fyrir því að það myndi endast lengur jafnvel og betur heldur en snjómokstur. Það væri gaman að skoða það allavega almennilega. Já, algjörlega. Tek undir þetta allt með ykkur. Veit að íbúasamtök miðborgar hafa líka verið að velta sig fyrir sér, þannig að heldur betur. Það er spurning hvort að þið vil líka bara taka saman svona erindi til okkar og senda okkur. Ungmennaráðið. Já, ég er alveg til í það. Og svo bendir hann Hörður Heiðar Guðbjörnsson sem er verkefnisstjóri hjá Þjónustumiðstöð miðborgar og Vesturbæjar miðborgar Hlíða að hiti gangstétti gæti líka farið inn í verkefni Betri Reykjavík, verið hugmynd þar inni, það er hægt að gera það. Og sömuleiðis er ábendingavefu borgarinnar ef að til dæmis þú ert bara leiðin í skólan og það er bara skafl á gangstéttinni eða einhver ákveðin partur á leiðinin, þá er hægt að senda inn, taka mynd bara á símann og senda beint inn í ábendingagáttina á reykjavík.is og þá færðu svar aftur málsmeðferð oft, það er mjög fínt að gera þetta ef það til dæmis er bara búið að blokkera einhverja gönguleið einhvers staðar eða hvað annað sem er. Þannig hvet ykkur til að gera það. En hvað má ég kannski spyrja það Júlía og ykkur, hvort það er eitthvað svona í hverfinu fleira en þetta sem að ykkur finnst með betur fara? Ég var ekki alveg búin að skoða það nógu vel áður en ég mætti á fundinn.
Allt í Eh, góðu, við erum stundum að pæla í svona útivistar og svona, þú veist, svæðum þar sem að maður getur, þú veist, verið í einhverjum leikjum eða einhverju aktivitet. uh, hmm, ég veit það ekki nú alveg. Ég hef Nei, Sko, gaman halló? Æ, halló? en við höldum bara heldur betur áfram samtalinu, þannig að það væri gaman líka bara, þú veist, ef að þið viljið bjóða okkur á fund til ykkar. Herri, ég ætlaði að grípa inn í þetta, sko, svo netið datt út hjá mér. Já. Hæ, fyrirgeðu. Halló, ég ætlaði að grípa inn í, vá, Við heyrum í þér. heyrið í mér núna, ok, Já. æði. Sorry, það datt alveg út og ég panikaði og byrjaði bara að tala ofan í þið, fyrirgeðu Margrét. Allt í góðu. Sem sagt, ég ætlaði að láta vita að, sem sagt, já, það var eitt sem kom upp á hjá, sem sagt, ungmennaráðinu sjálfu, að það voru lítið svona, hvað maður að segja, leiktæki fyrir unglinga niður í miðbæ eins og er, þú veist, það var náttúrulega rampurinn niður á Klambratúni og okkur svona á einu tímabili fyrir hjólabretti og fleira, og svo eru náttúrulega körfuboltavellir og eitthvað svona, en þetta er mest allt miða bara út frá, sem sagt, krökkum. En það er til dæmis, það kom upp í tal, sem sagt, að fá ærslabelg einhvers staðar í miðbæinn eða vesturbæinn eða hlíðarnar, að bæta dálítið aðgengi, sem sagt, já, bara þannig að það sé gaman fyrir unglinga að vera úti líka, það sé eitthvað svona sem er age appropriate fyrir þau. Nákvæmlega, það er ótrúlega gott að heyra frá ykkur hvernig þið sjáu það fyrir ykkur, hvað það er helst, þú veist, hvort það eru rampar eða hvað það er. Og er ekki Ærslabelgur var kosin alltaf í miðborginni síðast, þannig að ég held að það sé að koma Ærslabelgur í miðbæinn. Æði. Minnir það, en ég þarf að tjekka á því. Ég held við skoðum þetta bara. Er það rétt? Já. Viljið þið kannski rýna það fyrir okkur aðeins og senda okkur kannski, við heyrast kannski betur það, þeir eru búin að spjalla það næst þegar þið hittist. Ok. Hann er líka í Vesturbænum, fyrirgefðu, hörður hérna. Líka í Vesturbænum, já. Okay. En ekki í Hlíðunum? Ég bara man það ekki. Nei, það myndi ég held að verið í miðborginni. En það væri bara gaman ef að þið viljið að bjóða okkur á fund til ykkar. Þá allavega er ég tilbúin að koma og örugglega fleiri ef vilja. Þannig að er eitthvað sem að þið viljið bæta við? Eitthvað sem að brennur á okkur og þið viljið bæta við? Hvað segirðu, Júlía? Eitthvað sem þú vilt bæta við? Ég held ekki, ég er mjög satt. Já, við erum bara ótrúlega þakklátt fyrir að vera hérna með ykkur á fundinum. Það er bara ótrúlega gaman að, þú veist, einmitt fá innsýn inn í þetta og bara svona einmitt læra inn á þetta almennilega. Þetta er líka eiginlega fyrsta skipti sem ég er að gera þetta sjálfur, þannig að við krakkarnir erum bara öll saman í þessu að feta fyrstu skrefin. Sem er bara æðislegt. Já, og frábært og takk sömuleiðis kærlega fyrir að koma á fundin til okkar og ég vona bara að við verðum við skulum bara vera í sambandi núna eftir fundin og heyrast með þessi mál sem til dæmis það sem hún nefndi núna og svo kannski bætist eitthvað við þegar þið hittist aftur. Þannig að, og við og svo er alltaf velkomið einmitt að senda okkur erindi sem eitthvað mál sem þið vilja íbúðaráðið taki fyrir. Algjörlega. Þannig að þá bara þakkum við ykkur kærlega fyrir komuna og óskum ykkur góðs gengis í öllu. Takk fyrir og takk fyrir að hlusta á mig. Takk kærlega bara fyrir gott innlegg. Takk fyrir. Herru, má hlýða á fundin þrátt fyrir að maður sé ekki lengur að tala? Eða er aðgengið lokað eins og er? Nei, þið getið alveg verið að hlustað og hann er líka sendur út í beinni útsendingu á reykjavík.is. Æði, herru, ég kíkja á það og fæ að fylgjast með ykkur og læra af ykkur, miklu meistarar. Já, herru, takk fyrir þetta. Við Takk sjáum. sem leys. Gerum það, bless. Bless. Herru, já, við þakkum þessu góða fólki kærlega fyrir komin á fundin.
og vindum okkur áfram í dagskránni og þá erum við komin inn að lið 4 í breyttri dagskrá og það er drög að erindi til skipulags- og samgönguráðs umferðaröryggi í miðborginni og þetta kemur til eftir ég fundaði með íbúasamtökunum núna fyrir nokkrum vikum og meðal annars þá ræddu þau svolítið þetta, Sigrún, þar sem að ykkur þótti mjög hraður akstur og svo sem við höfum áður fjallaði mjög hraður akstur í miðborginni og fólk ekki að virða hraðatakmarkanir sem eru nú 30 í borginni og þið nefnduð það til að mynda að það væru svona ýmislegt sem hefði hraða aukandi áhrif og þar á meðal væru svokölluð víð gatnamót og buðust fram ykkar aðstoð að kortleggja það og sendu sömuleiðis svona nokkra staðsetningar sem dæmi það og ef þú varpar kannski upp erindinu eða drögum að erindinu Sigurlaug sem fór út með útsendri dagskrá að þá kannski sjáum við það saman og þá er hugmyndin að senda þetta á umhverfis- og skipulagssvið og hugmyndir að marketur það er alltaf heimi það heyri svo illa í þér Sigrún, er það bara ég eða heyri þið? Nei, ég líka hálfast. Já, Kem nær. Ég segi þú dettur því miður þá dettur hljóðið út. En núna? Nei, heyrist þið núna? Já, ég er að tala aðra tölvuna. Það heyrist ekki. Nei, bara. Viltu skrifa þinn? Er eitthvað sem þú vilt bæta við erindið? Nei, ég ætla bara aðeins að koma þetta. Er þetta erindi sem þú áttir við, Margrét, sem þú vildi fá upp á skjáinn? Já, takk. Þannig að það hefði verið svo gott að heyri Sigrúnu ef hún hefði viljað koma með innlegg þetta, en... Það heyrið þið nú í mér? Já. Já, þessi úr að tölva mín. Nei, svo dettur það bara alltaf út. Þetta skrif. Við aðstöðum bara við erindið. Það er spurning bara hvort þú myndir vilja breyta einhverju í því eða bæta við áður en við sendum þá umhverfis- og skipulagssvið. Þetta voru helstu hugmyndir, heyrðu ekki mér. Við erum semst að óska eftir að verði rýnt hvaða aðgerð sé heppilegt að grípa til með hliðsjón af rannsóknum eins og við ræddum svolítið á fundinu og reynslu fagfólks af því hvaða sem virkar. Hvort það eru meiri hraðamerkingar eða fjarlægi allar hraðamerkingar eins og var rætt. Virkar að sekta bara nógu mikið? Hvað það sem að bara hjálpar bílstjórum að hægja á sér og muna eftir að halda sig innan hraðatakmarkanana? Þannig að við myndum svona kalla eftir þeim upplýsingum og svari frá umhverfis- og skipulagssviði og þá jafnvel kynningu ef það er eitthvað sem liggur fyrir líka í miðborginni. Er einhver sem vill taka til máls hér áður en að við þá bara, Sigfús vill taka til máls, gjör svo vel Sigfús. Já, heyrðu, takk fyrir þetta er athyglisvert og þetta er sjálfur ekkert fjarri því sem við erum verið að ræða hérna í íbúasamtökunum í þriðahverfi, í Hlíðunum og Holtum og Norðurmýri og hefur sjálfsög bara fyrir okkur sem búum hérna með líka verið. Ég bara velti fyrir mér væri vilji íbúa að takmarka umferð hreinlega, að bara einfaldar einhverja götur gæti bara verið að keyra eða ekki á einhverjum tíma, eitthvað slíkt, þannig að það er einhvern bara drægjur umferð. Ég bara velta hvort að það sé einhver vinkill á þetta því að
hraðahindranir, jú, það umferðin til staðar en hún er kannski hægari en það er kannski bara betra að hafa enga því. Ég bara svona pæli þessi líka út frá að kannski bara vilji fyrir sem búa að hafa minni bíla fyrir eins og hægt er. Takk. Já, nákvæmlega. Sigrún vill kannski svara þessu. Við nefnum hann einmitt hvort að það sé fleiri vistgötur, hvort að það væri einhver möguleiki í miðborginni. Ég held að er ekki bara Haðarstígurinn, eða hvort eru 2 vistgötur. Já, þú skal heyrið í mér. Það sem við erum aðalega að byrja með Það, veistu að Sigrún, það er eitthvað skrítið, það heyrist alltaf í byrjun og svo svona dempast hljóðið út bara. og ég skil ekki til þessu. Leiðilegt. Já, ég verð það, ég bara Já. Það var senda Þetta er meira. Já, ég skil ekki til þessu. En umræðan er alls ekki lokið, þannig að við tökum þetta upp aftur, þú veist, ef við fáum svar við þessum tillögum. En þú getur skrifað inn í spjallið, eins og Dilja var að skrifa, þú getur skrifað inn og við getum lesað það upp, það sem þú skrifar þar, ef þú vilt. Gerðu það. Á meðan að Sigrún skrifar þá ætlaði að segja líka Sigfús ef að þið viljið taka saman til dæmis íbúasamtökunum að vera í samstarfi við okkur, hvað sambærilegt erindi, svipa erindi, þá gætum við tekið það fyrir á næsta fundi. Við erum alltaf oft fjallað um hraðan. Já, við getum alltaf sett inn eitt svona í viðbótar sem að við bæði rætt umferðarhraði varðandi Háteigskóla og annað slíkt í kringum skólana. Við getum sjálfsagt búið til tekið eitt snúninginn á þessu, þetta bara snýr allt það saman. Ég held að fólk vilji sem lægstan hraða inn í íbúagötunum og það sem ég get tekið þetta upp í stjórnunum bara mér, takk. Já. Sigrún skrifar hérna inn, óskum eftir að hægt verða á umferðinni að borgin komi með tillögu frá sínum sérfræðingum umferðin allt á hrið, akkurat. Það er svona algjörlega, þetta er kjarni erindisins frá okkur eins og það byrjar. Þannig að það veri kanna forseti þess að ráðast í markvissar aðgerð til þess að sporna við hraðastri í miðborgin og auka öryggi vegfarenda. Þannig að ég held að sem öll sammála akkurat þetta. Þá langar mig bara, þurfum við ekki að samþykkja erindið Sigurlaug? Bera það undir fundinn. Ég var á mjút. Já. Jú, þið þurfum að samþykkja það að því sé þá vísa til skipulags- og samgönguráðs. Já. Þú mátt slökkva á deilingunni, þannig við sjáum eftir, þannig að þá langum við bara að bera undir ráðið að við sendum þetta áfram til umhverfis- og skipulagsins. Þau megi gefa til kynna að þið samþykki það. Dilja, þú ekki með? Allir með. Dilja týnd. Nei, þetta er komið. Ég held að við erum öll sammála þessu. Takk fyrir. Þá förum við áfram og í mál númer 5 á breyttri dagskrá og það er slysahætta vegna fasteignar á Óðinsgötu 14. Og það er drög fyrirspurn, en málið er þannig að á húsinu við Óðinsgötu 14, þar eru opnir gluggar niður við götu. Ertu með myndirnar, Sigurlaug? Já. Sem getur deilt með okkur. Ég þarf aðeins að finna þær. Ok, ekkert mál. Það var sem sagt inni á Facebook síðu íbúa í miðborg, voru íbúar að ræða þetta þar sem þar sem voru myndir af glugga sem er opinn alveg niður við gangstéttina og þar er bara svona óvarin glugginn, bara eitthvað svona pláss sem er hægt að tróða sér inn að börn gæti dottið niður og þar er 2 til 3 metra fall niður.
Þannig að slysahættir af og íbúar höfðu beitt sér með fleiri en einum hætti að vekja á þessu athygli og óska eftir að bætt verði úr. Þannig að mér langaði bara að við myndum setja saman fyrirspurn þar sem við myndum senda inn og óska eftir því að það verði farið í að laga þetta án tafar og gengi verið frá fasteignin þannig að engin slysahætta sé af henni. Leggjum bara okkar lóð á vogarskálina með það. Og ég setti inn í spjallið svona drög að þessari fyrirspurn sem að ég bara var að reifa við ykkur. Er einhver sem vill taka til máls hér? Það biður orðið. Já, þarna sjáum við ljósmyndirnar og samkvæmt samtali þarna hjá íbúanum þá er nú stundum einhver umgangur þarna inni. En náttúrulega nummer 1, 2 og 3 er að loka þannig ekki hljótist eins og þarna sjáum við þar sem að er hægt að tróða sér og barn gæti dottið í gegn. Þannig að mikilvægt að það sé brugðist við þessu skjótt. Þannig að mér langar að er einhver sem að vill taka til máls að spyrja áður en ég ber þetta þá upp við ykkur. Nei, þetta held ég bara okkur þykja allbrýnt, þannig ég ber undir ykkur bara þessa fyrirspurn á húsinu Óðinsgötu 14 og opni gluggann yfir götu þar niður 2-3 metra fall á gólfi í kjallara. Er að ræða mikla slysahættu og mikilvægt að brugðist verði skjótt við og gengi frá fasteign með þeim hætti að engin slysahætta sé. Íbúar hafa hlutast að máli og tilkynnt þessa hættu en það verður ekki orðið til þess að bót hafi verið gerð á. Íbúar með ráð miðborgarlið óskar eftir að fari verið í máli án tafar og gengi verið frá fasteigni þannig að engin slysahætta sé af henni. Þannig að ég bara ber þetta undir ráðið, þið takið undir þetta. Sigfús, við sjáum þig ekki. Já, Sigfús, og mér langar bara að þakka fyrir hún Kolbeini Karli Kristensinni, hann vakti athygli á þessu og gaf mér leyfi til þess að nýta myndirnar og svo taka þetta upp, nýta myndirnar til þess að taka þetta upp hérna á fundinum. Þannig að þá bara þetta samþykkt og við sendum þetta áfram og fylgjum því eftir. Sendur þér þessa bókun? Herðu, hún er inni á tjattinu. Ég get líka senda hann í tölvupóst ef þú vilt. Ég finn hana þá í tjattinu. Já. Og bara vek athygli á ykkur, það er hægt að biðja orðið bæði með því að rétta upp hendi með því að ýta á þann hnapp. Svo líka hægt að setja inn í spjallið sem er svona talbubla, þar sem þið getið þar sem vorum að skrifa á hann og biðja orðið. Og ekki hika við að spyrja líka á leiðinni. Svo er það númer 6. mál á dagskrá, það eru hleðslustöðvar fyrir rafbíl í miðborg. Þetta var líka rætt á fundi með íbúasamtökum í miðborg. Og þá í rauninni bæði heimi að forvitnast aðeins þetta mál inn á umhverfis- og skipulagssviði, en við fengum sérst ekki svör við því fyrir fundin, þannig að það er bara spurning hvort við sendum ekki bara fyrirspurn þetta mál og ræðum það svo frekar þegar við vitum hver staðan er, og fyrirspurning gæti verið allavega í miðborginu spurning hvort þau senda álíka fyrirspurn fyrir Hlíðarnar. Það er örugglega samt svona ólík birtingamynd þessa í miðborg og Hlíðum, en að óska eftir upplýsingum áætlanir borgarinnar uppsetningu hleðslustöðva fyrir rafbíla í miðborginni og einnig óska upplýsingum hvort borgin hyggst beita sem öðrum hætti til þess að slíkum hleðslustöðvum í miðborg fjölgi. Þannig að það er svona tillaga fyrirspurn. Og Sigfús, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég er bara svona, svo skilji málið sem snýst þetta að því að borgin er með einhverja hleðslustöðvar þó svo að það sé eitthvað stopp út af útboðsmálum sem er bara allt annað mál. Það snýst þetta að þá að vera að fyrir þetta sé svona hálfpartinn eins og stöðumar, þetta sé bara víðar dreif
fyrir alla íbúa í raun og veru komið veg eða á móts við það að fólk fá sér sínar eigin hleðslustöðvar. Ég bara svona að skilja endtæki, meininguna. Því eitthvað gerur sjálfur að þú vilt eiga rafbíl en eitthvað er kannski samfélagið, þannig að ég er bara svona. Já, hún Sigrún svarar hérna íbúum finnst vanta fleiri hleðslustöðvar. Og það er svolítið flókið af því að það er svona mikið nábýli í miðborginni þá er stundum flókið að koma í við. Margir íbúar sem hafa ekki heimreið til þess að hafa sínar eigin hleðslustöðvar. Þannig að þú veist það sé þörf á fleiri svona fyrir almennum hleðslustöðum. Við getum bætt við hvar séu hleðslustöðvar núna í miðborginni? Væri það ekki svolítið, vitið þið það alveg Sigrún, eða væri það upplýsingar sem við ættum kannski að bæta við og óska eftir? Já, þið vitið að nokkuð þeirna verður kannski gott bara að fá það svart og hvítu. Við bara bæti því hérna inn. Þá ætlum ég að setja... Ef við ætlum að senda fyrirspurn út af hleðslustöðunum þá bý ég til nýjan lið á dagskráni aftast og þú sendir mér texta. Já, þá ætlum ég bara að bera þetta, þessa fyrirspurn, bera þessa fyrirspurn undir ráðið. Já, býtu, Sigfús var búinn að biðja orði fyrst hleðslustöðvar. Ég fyrirgefi Sigfús, ég sá það ekki gjörðu svo vel. Já, það var eina sem ég sagði á hann, það var fyrirspurnin, takk. Já, ok, skil þig. Já, fyrirgefi, ég er alveg rugluð smá. Þá er fyrirspurnin á þessa leið óskar upplýsingum áætlanir borgarinnar uppsetningu hleðslustöðva fyrir rafbíl í miðborginni og upplýsinga hvar eru stöðvar núna. Einnig er óskað upplýsingum hvort borgin hyggst beita sér með öðrum hætti til þess að slíkum hleðslustöðvum í miðborg fjölgi. Þannig ég ber þetta undir fulltrúa í ráðinu sem ekki gefa til kynna að þeir eru sammála þessu. Þetta verður þá 13. liður á dagskrá. Já, ok, þetta er svona 7. liður á dagskrá. Já, af því að fyrirspurnin er að vera til núna. Já. Ég skil þig, ok, einmitt, þú kannt prótókollið. Já. Stundum. Og Sigfús, ef þetta er eitthvað sem að brennur á ykkur í Hlíðunum, þá getum við náttúrulega sjálfsögðu líka kalla eftir upplýsingum hvort að, varðandi svona hleðslu í Hlíðunum. Þá höldum við áfram dagskrárfundar og þá erum við komin á lið 7 og þá tökum við fyrir umsögn íbúar á miðborgar Hlíðum vinnutillögu hverfisskipulags Hlíða og það er til afgreiðslu en þetta mál eða umsögnin var afgreidd á milli funda en er lögð hér fram til atkvæðagreiðslu og bara fyrir nýja nýja aðila í ráðinu, nýja fulltrúa í ráðinu, að þá er þetta stundu þannig að við erum að taka kannski fyrir svona mál á dagskrá þar sem er verið að óska eftir umsögn frá okkur og stundum fellur umsagnarfresturinn á milli funda þá bókum við það að við munum fjalla þetta á milli funda og gerum það svo í tölvupóstsamskiptum okkar á milli og svo sendum við inn fyrir tilskilin umsagnarfrest. En svo tökum við það formlega fyrir á næsta fundi, svona til þess að fylgja öllum prótókollreglum afgreiðslu og þá bókast það líka inn í fundargerðir ráðsins og inn í arkífið. Er þetta ekki nokkuð ágætt svona útskýring á hvernig þetta virkar? Þannig við höfum stundum gripið til þess ef við erum ekki búin að gera umsögn og vinnum það náttúrulega oft svona stuttu tími til þess að afgreiða svona, þú veist, á einum fundi þannig oft er þetta meiri vinna sem það og ég held að þetta sé töluvert of langt til þess að bera þetta upp en við sem að
hérna, vorum í ráðinu í síðasta mánuði. Við vorum búin að afgreiða, en ég ber þetta hér upp til atkvæðagreiðslu. Og einnig megið þið gefa til kynna eða viljið kynna ykkur þetta betur. En þá skoðast þetta samþykkt. Og við höldum áfram og tökum fyrir Jón, þú hefur samþykkt þetta líka, er það ekki? Já, einmitt, ég sá það, já. Og þá tökum við fyrir næsta lið á dagskrá fundarins og það er fundardagatal íbúar Miðborgar og Hlíða sem er til afgreiðslu næstu 3 fundir. Og íbúar fundar að jafnaði 4. hvern þriðjudag í hverju mánuði klukkan 5, milli 5 og 7 og það er ekki nema ef eitthvað lendir á vetrarfríi eða jólafríi eða eitthvað álíka sem að við erum að fara til fundin en þetta þá er marsfundurinn 20. mars, aprílfundurinn 27. apríl og maífundurinn 24. maí. Svo eru náttúrulega kosningar, þannig að það verður komið nýtt íbúaráð á næsta kjörtímabili. Erum við ekki bara að leggja þetta hérna fram eða við þurfum að samþykkja þetta, þannig ég bara er einhver sem vil taka til máls hér. Þá bara ber ég þetta upp til þau sem samþykkja gefi það til kynna. Það er samþykkt af öllum fulltrúum. Vitum við Sigfús, þarna ertu, ég var að horfa á þú ert í 2 gluggum hjá mér ég sagði hana. Þá höldum við áfram og þá eru næst 2 liðir sem voru ekki útsendir í dagskrá. Vitum það stendur 50 dagar hana. Hanna, hvað segirðu? Já, það stóð 50 dagar á en dagsetningarnar eru samt á 3. degi. Ok, þannig að Sigurlaug, lagar þú það fyrir okkur? Já. Ég skal bara... Vel spottað hana. Þetta er sem sagt, fundirnir ykkar eru á þriðjudögum, en það stendur þarna bara í titlinum, er það ekki 4. hvern fimmtudag? Já, við breytum því í þriðjudag. Glæsilegt, takk. Þá höldum við áfram dagskrá og þá erum við komin að lið 9 sem við bættum inn á núna. Það er umsókn íbúar Miðborgar og Hlíða skýrslu framtíðarskipun skóla og frístundastarfs í Hlíðaskóla, Háteigskóla, Austurbæjarskóla og Vörðuskóla sem er lagt hér fram. Og er það ekki líka, er það bara lagt fram, er ekki til atkvæðagreiðslu líka eins og hverfisskipulagið? Já, til afgreiðslu. Það er... til samþykktar eða... Já. Þannig að... Margrét, hvað er þessi umsögn? Því að þetta er ekki það er ekki búið uppfæra fundardagskrá, þannig að var þetta... Þetta er bara það sem að manstu við, þú varst búin að samþykkja áður en við sendum inn til skóla og frístundasviðs. Já, þetta er Vörðuskóla, já, ok, ég var fastur í félagsstarfi, ok, fyrir ekki. Já, allt í góðu. Þannig að við vörpum henni upp. Og svo er bókun Arnar þarna fyrir neðan, það var sem sagt fulltrúar við vorum okkur fulltrúar þessu og svo frá fulltrúar Sjálfstæðisflokks kemur þarna fyrir neðan. Já, það er óskað eftir því að ráðið sendi. Já, það var sem sagt... bara þetta með í bréfinu. Já, ég er búin að senda þetta inn til skóla og frístundasviðs sem hafa móttekið þetta. Já. Er einhver sem vil taka til máls hér? Ég sé ykkur ekki
af því að skjárinn uppi, byrju það. Jú, þarna sé ég. Engin bauð orði hér. Og bara berja þetta upp til samþyktar. Og þau sem samþykja þetta gefur til kynna. Og það eru allir, ég sé ekki Jón þarna, inn á mínum skjá, jú, þarna kemur hann. Þannig að það er samþykkt af öllum fulltrúum og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins situr hjá. Og Eða fær það er, þessi viðbótarbókum frá mér. Ok, takk. já, ok. Hvað svo, á ég að bóka hjásetu? Já, þú verður að gera það af því að hérna, ég er með sér bókum. Og það er, hérna, svo þurfum við kannski bara að fá kynningu aftur á svona, svona alls konar reglum á þessum fundum, þú veist, hvernig maður getur samþykkt og maður getur verið á móti og maður getur setið hjá og maður getur bókað við svona liði sem eru teknir fyrir ef maður vill sérstaklega. Þannig að, og ég ítreka það bara ef þið hafið spurningar, ekki hika við að spyrja. Þá höldum við áfram bara dagskrá fundarins og það er líka aukamál á dagskrá hjá okkur og það er hérna bréf þjónustu og nýsköpunarstefnu þar sem er verið að endurskoða þjónustustefnu Reykjavíkurborgar og Sigurlaug varpar því upp fyrir okkur. Og það er sem sagt hérna, þetta er ekki sendt okkur formlega til og óska eftir umsókn ráðsins eins og oft er, við fáum oft sendar svona hérna stefnur þar sem er kannski mögulega svona sér hverfisvinkill sem að við þá rýnum í, en hér er bara opið og allir geta sendt inn umsókn við þessum drögum að endurskoðari þjónustustefnu Reykjavíkurborgar og aðgerðaáætlun og við munum sem sagt, hérna, þetta verður aðgengilegt í fundagögnum fundarins eftir fundin og er sömuleiðis á síðu Reykjavíkurborgar hægt að kynna sér þetta þannig að bara hérna, fresturinn til þess að skila umsókn til 10. mars. Ég veit líka athygli á því að inn á Betri Reykjavík er þessi stefna til umsagnar þannig að það er hægt að setja inn hver og einn. Þetta er opið tilboð til allra til þess að gera umsögn stefnuna. Hún liggur þar inni og það hlekkur á hana. Já, glæsilegt. Inn á betrireykjavík.is. Já. Já. Er einhver sem að vill taka til máls hér eða við orðið? Nei. Herri, þá bara leggjum við þetta hér fram og hérna hvetjum fólk til þess að kynna sér og gera við þetta athugasemdir eða ábendingar eins og við á og þá komið að liðnum málefni hverfisins til umræðu og eins og við varum að segja við hérna Þóru áðan þá náttúrulega hérna stendur til að við getum nú funda bara svona opnum fundum þar sem við hittast öll og fólk geti komið inn á fundina og hérna bara íbúar í hverfunum geti komið og tekið þátt í fundunum öðruvís en núna bara við sem beinni útsendingu og fólk að fylgjast með. Þannig að þá er náttúrulega oft sem að kemur ykkur á fundin og vil kannski bera upp erindi sitt. En er eitthvað þegar við höfum feikið ágætan tíma þannig að ef það er eitthvað þá að gera að vekja máls á því. Þannig að já, Þórey, gjör svo vel. Heyrist í mér? Já. Ok. Þarna, já, ég vildi bara minnast á þetta með snjómoksturinn á gangstéttum. Hvort það sé hægt að senda inn eitthvað erindi það, sem sagt, í rauninni forgangsröðina, því
þetta þegar verið að moka eða ryðja göturnar, þær eru náttúrulega bara ruddar þarna á morguninn og svo þegar krakkarnir eru að labba í skólann þá komast þau ekki yfir göturnar af því að það er búið að ryðja sem sagt öllu upp á gangstéttirnar. Þannig að hvort það sé í rauninni hægt að setja þannig að kannski á næsta ári, þetta kannski lagast ekki núna en kannski á næsta ári sé svona betri áætlun með það að krakkarnir komist allavega frá strætóskýlunum yfir göturnar og að skólanum. Akkurat, ótrúlega brýnt. Þannig að Já. það væri, ertu að hugsa kannski eins og það væri bara sett í forgang að bara það væri kortlaðar leiðirnar til skóla þar sem að það fær bara fyrst í forgangsröðina að ryðja þær gönguleiðir. Já, það sé verið kannski að passa það þegar verið að ryðja göturnar að það sé ekki verið að skilja eftir, þessi bara fjöll hérna sem krakkarnir komast ekkert yfir. Nákvæmlega, já, get alveg tekið undir þetta, sko. Já, líka eins hérna að því að blindrahúsið er hérna við hliðina, þeir voru ekkert að komast yfir göturnar af því að þetta voru bara fjöll hérna. Já, akkurat, það gengur náttúrulega ekki, þetta skiptir ótrúlega miklu máli bara að fólk geti komist leiða sinnar. Herðu, Örn, gjörðu svo vel. Já, nákvæmlega, það eru þarna nokkri staðir sem eru frekar viðkvæmir. Auðvitað eru skólarnir og grunnskólarnir og leikskólarnir og félagsmiðstöðvar eldri borgara í hverjum okkar sem eru hérna sérstaklega viðkvæm fyrir því að það þurfa að ryðja vel frá. En svo mögum við heldur ekki gleyma því inn í íbúðagötum eru líka sambýli á vegum Reykjavíkurborgar eða svo sem hérna skiptir ekki máli á hvaða vegum þau eru. Það sem líka þarf að tryggja öruggt aðgengi því að það gleymist stundum í þetta er öryggismál. Ég get alveg tekið undir það að það þarf að huga betur að þessu. Við höfum svo sem rætt líka í sambandi við fráganga á þessum hlaupahjólum, einmitt að vera sérstaklega á verði gagnvart þeim í kringum þessu viðkvæma staði þar sem viðkvæmt fólk býr, þetta er heimilið, sambýli og annað, að það sé ekki verið að skilja eftir í göngufæri, hvort sem það eru snjóruðningar eða aðra tálmanir. Það þarf að geta að hafa þetta bara í huga og við ættum kannski bara íta svolítið eftir því að þetta sé kortlagt og það sé óskað eftir því að það sé upplýst hvernig eigi að sinna því að aðgengi sé gott til og frá að þessum stöðum. Takk. Já, Þóri, viltu bregðast aftur við út með hendina uppi? Nei, ég er að velta fyrir mér. Ég kann ekki að setja hana niður. Allt í lagi. Ég bara spáði hvort að þú viltu skella í eina fyrirspurn sem við gætum sendt frá okkur núna. Við getum að sjálfsögðu líka gert það sko á milli fundi og næsta fundi en ef þú ert bara með þetta svona. Ekki alveg nógu mikið í hausnum, ég skal súma þetta samt saman. Þannig við getum kannski verið með þetta. Þetta náttúrulega skiptir bara miklu máli fyrir næsta ár. Líka bara ákveð þetta er að falla. Hverjum ámar ít á eftir ef það er ekki sem sagt ábendingar eru alltaf góður. Já, ég held að fólk ætti bara að herja það því að stundum er maður bara á gangi og mætir þá skaflinum að bara taka mynd strax og senda inn þannig að það kom bara sem flestar ábendingar og þá kannski staði sem brennum liggur mest á. Því ég verðist að hafa mistað þess að áðan, erum við í umræðu málefni hverfisins? Já. Ætlið þið ekkert að bóka neitt við þjónustustefnuna? Það er bara lagt fram. Já, ok. Já. Og en varðandi snjómoksturinn, þá fengum við bara svona örstutta kynningu. Það er hægt að kynna sér þessa forgangsröðun inn á síðu Reykjavíkurborgar. Varðandi. Það er til reykjavík.is/snjór. Já, þannig að það kannski hægt að rýna það aðeins í þessari vinnu við þessa fyrirspurn og jafnvel hægt að heyra í ungmennaráðinu aftur og taka þetta kannski svolítið saman. Já, ég held að það geti verið rosa skemmtilegt. Þau náttúrulega labba þetta mest. Nákvæmlega. Og þannig að við skulum bara vinna þetta núna á milli fund. Það getum líka heyrt í eins og til dæmis bara þessum félagsstarf
í samfélagshúsunum til dæmis sem getur líka örugglega gefið góðar ábendingar hvar fullorðið fólk á erfitt með að komast svona eldra fólkið í hverfinu til dæmis. Þannig að gerum það. Bara gott mál. Heyrðu, já, Sigfús, orðið með fundi ráðsins. Gjörðu svo vel, Sigfús. Datt inn í að því að var svona upplifur að það sé að verða frekari leiðrétting eða afléttingar. Þannig að getum við reiknað með að næstu fundur verði opinni dagskrá. Þannig að við verðum kannski í raunheimum, frekar en fjarheimum eða. Já, sko, hann er í boði, eða það var í boði í dag að mæta hann í Ráðhús. Þannig að fyrir ráðið, þannig að spurning, Sigurlaug, hvernig eru reglurnar núna? Það er búið að opna. Já. Þannig að því ég var bara held ég örugglega ekki komin ekki á vel og veg inn í ráðið þegar við vorum að hittast síðast starfandi þegar voru ekki að hittast hérna niður á Vitastíg eða Vitatorgi þegar svona upp á gesti og gangandi. Ég bara svona pæli því aðeins. Jú, við gerðum það svolítið að við ferðumst hverfið. Þú veist, við vorum að funda eða þú veist, á tíma hverfisráðana. Íbúaráðinu það bara skall á COVID bara korter eftir að við byrjuðum. Já. Og sem gerði okkur svolítið erfitt fyrir. En já, þá lögðum við okkur fram að funda, þú veist, í félagsmiðstöðinni eða í samfélagshúsunum og þá gat fólk komið og einmitt á Vitatorgi og tekið þátt í fundunum og það var rosa gjöfult sko, skiptir ótrúlega miklu máli. En Núna hefur verið að skoða það að því að það hefur gerst í kjölfar COVID aðstæðnanna að þetta fjarfundafyrirkomulag er heppilegt fyrir mjög marga og eykur aðgengi margra að fundunum því að það er áhorf á fundina kannski ekkit endilega mikið á meðan á fundunum stendur en það er töluvert eftir á og það er svona áhugi fyrir því að halda fjarfundafyrirkomulaginu inni þó að við förum að funda í raunheimum og til þess að við getum gert það þá þarf að vera góður fjarfundabúnaður sem er ekki einfalt að og þá svona takmarkar það aðeins möguleikann okkar á því að svona flakka hverfið og halda fundina. Og það er líka svona ákveðin rök fyrir því að ef að fundirnir eru alltaf á ákveðnum tíma, á ákveðnum stað, ákveðnum degi og ákveðnum klukkan eitthvað ákveðið, þá veit fólk af þeim og getur svona fest á í minnið og komið og tekið þátt í þeim. Þannig að við svona erum að skoða á hversu mörgum stöðum við getum verið í hverju hverfi að þetta er auðvitað dýrbúnaður og við erum svona að vinna í því að svona búa til þetta nýja fyrirkomulag. Akkurat. Þannig að við bara vonum að það verði fundarfært og hægt að senda út líka í sameina þetta tvennt, gamla formið og svo þetta nýja. Er það ekki? Einmitt. Það er ávinningur af því að þá geta fleiri tekið þátt. Já, nákvæmlega. Hvað segirðu Sigurður? Ég ætlaði bara að spyrja til eins og næstu fundur ef við ákveðum og öll að hittast þá erum við alla kunnið það lengur að sitja í fundarherbyggi með fólki, maður smitræslan alveg að fara með mann þannig að það væri alveg aðstæða fyrir það hann í fundarherbyggjum og getum við öll verið ef það væri niðurstaðan en samt í raun og rafrænni útsendingu. Já, það var alveg í boði líka núna að mæti Ráðhúsið fyrir alla fulltrúa. Ekki þau sem eru í einangrun en alla aðra fulltrúa. Já, því mér finnst bara mikilvægt að það er örugglega líka bara komið þörf fyrir það að íbúar í hverfunum annars fyrir einhverjum hins vegar sem velti ég bara til dæmis þetta málið þar sem við höfum verið að ræða skólamálin og það er kannski svona vettvangur sem fólk getur átt, þannig að auðvitað vantar það en ég skil líka hvað Sigurlaug er að tala með þetta og ég held þess alveg rétt að þessir rafrænu fundir verði í þessu formi áfram. Kannski þá tekur það utan af því að það er ekkert að skapa svona einhvern stóran, stærri fund þar sem er kannski eitthvað viðkvæmt, erfitt, flókið, heitt mál. Takk. Já, ég held að við ættum nálega að geta rætt
Það kemur hagli inn á gluggann fyrir ofan og ég veit ekki hvort að heyra þetta. Já, algjörlega, en ég tek undir með þér Sigfús að það verður bara mjög gott að fara að geta hist í raunum og funda og búið fólki koma á fundina með okkur og þannig að við stefnum á það með hækkandi sól. Það er alveg ég búin að sakna þess að fólki taka, sko, fara í sjóma við Örn, sko. Ég er nú alveg búin að sakna þess, en það verður tökum það bara upp. Já, akkurat. Þið verður að bæta úr því. Þá förum við bráðum að færa okkur yfir í lokaðan hluta fundarins, en við langar að bara minna það að við fundum alltaf 4. hvern þriðjudag í mánuði, klukkan 5 til 7 og sendum út dagskrána viku fyrr, ef þriðjudag í hverju mánuði og erum að vinna, þannig að ef það er einhver mál sem brenna á ykkur í ráðinu eða þeir eru náttúrulega, þú veist, við erum með íbúasamtökin 101, 105 og fulltrúar foreldrafélagana, þannig að endilega bara tölum saman milli funda og ef það er eitthvað sem þið viljið setja á dagskrá fundana. Og já, þannig að bara enn og aftur til velkomnar í ráðið, Sigrún og Þórey. En við hefum eftir eitthvað á dagskránni Ok, sem er lokaður, þannig að við bara ljúkum þessum akkurat, já. Og ljúkum við útsendingu fundarins núna. og kveðjum. Og kveðjum og þökkum kærlega fyrir. Já.